Það komið? Já. Það var að kveikja míkrófonum, það betra. Velkomin á samkomið Smárakirkju og gleðilegt sumar. Það vor í lofti, við erum búið með sumardaginn fyrsta, en það ennþá vor í lofti en það svo sannarlega komið. Ég held að þið finnið það öll út í náttúrunni og þetta sama vor núna að banka á dyrnar hjá þér á lífið þitt. Og segja, má ég komast inn, má ég gefa þér líf, má ég gefa þér það sem þú þarft fyrir þig til að endurvekja, til að endurnæra, koma nýjan ávöxt og nýjan gróður inn í þitt líf. Þetta það sem við treystum við þig fyrir. Í dag ætlum við að eiga samfélagsstund hér saman með lofgjörðinni. Við erum fá í salnum ennþá, þið eru heima að horfa á skjáinn væntanlega og vonandi og við ætlum að njóta þess að vera saman. Og ætlum að treysta því að lofgjörðin og andi Guðs ná að vinna og starfi gegnum hana og þegar Sigurbjörg talar til okkar og orðið fari beint inn í hjarta okkar og setjist þar að og berið þar ávöxt. Amen. Guð bless ykkur. Again, God, I'm begging, please again, I need you. Oh Lord, I need you. Walking down this desert road, water for my thirsty soul, I need you. Oh Lord, I need you. Your forgiveness is like sweet, sweet honey. Sound of the symphony to my ears. It's like holy water on my skin. Dead men walking slave. Dead men walking slave to sin. Know about being born again. Symphony
óttinn ekki í elskunni. Fullkomin elska rekur út óttann. When he told you you're not good enough, when he told you you're not right, when he told you you're not strong enough to put up a good fight, when he told you you're not worthy, when he told you you're not loved, when he told you you're not beautiful, you'll never be enough. Fear, he is a liar. He will take your breath, stop you in your steps. A liar. When he told you you were troubled, you'd forever be alone. When he told you you should run away, you'll never find a home. When he told you you were dirty, should be ashamed, when he told you you could be the one, but grace could never change. Oh, fear, he is a liar. He will take your breath, stop you in your steps. Fear, he is a liar. Fire fall and cast out all my fears. Let your fire fall, your love is all I need. Let your fire fall and cast out all my fears. Let your fire fall, your love is all I feel. Let your fire fall and cast out all my fears. Let your fire fall, your love is all I need. Oh, let your fire fall and cast out all my fears. Let your fire fall, your love is all I feel. Oh, fear, he is a liar. He will take your breath, stop you in your steps. If fear, he is a liar. He will rob your rest, steal your happiness, cast your fear in the fire. 'Cause fear, he is a liar. 'Cause fear, he is a liar. Halleluja, Jesus. Min Jesús, drottinn Jesús, enginn annar
Amen, amen, amen. Þetta stórkostlegt. Við ætlum að taka samskotið okkar. Þið sem að getið og viljið vera með í því að gefa til starfsins hér í Smárakirkju, þá koma upplýsingar á skjáinn. Fyrir þau okkar sem eru í salnum, þá posi frammi og baukurinn frammi líka. En Guð bless ykkur og varviti og Guð margfaldi ykkur efnahaukar til blessunar fyrir ykkur og aðra í Jesú nafni.
ætíð geymdu mig. Ég gef þér allt sem kært mér því vinur vil ég vera þér. Yndi mitt þú ert drottinn minn. Þú einn ert Jesús upprisinn og dýrð þína og ást ég finn. Vísa mér þinn veg, drag mig nær þér hjálpi mér. Mætti þetta vera bæn okkar allra. Vertu mig hjá, vertu nærri mér. Og ég veit ekki með ykkur, en ég vil meira af Jesú í líf mitt. Ég vil meira Guði. Ég vil vera leidd af andanum. Og mér langar bara til þess að nota tækifæri og þakka þessu frábæra tónlistafólki fyrir alveg frábæra lofgjörð.
Og það sem meira svona smurð, andans fyllt lofgjörð. Bara takk fyrir elskurnar. Svo ánægð með ykkur, ef ekki aðeins, ég veit að það örfáir í salnum, ég með það með lokað. Má ég biðja ykkur að rísa á fætur. Við ætlum að leggja bara orðið í hans hendur. Það bara svo mikilvægt að þegar hver sem talar, hvort það sé ég eða einhver annar, það ekki endilega orðin, heldur lífið sem að Guð gefur í gegnum orð sitt. Og hann kom aðeins inn á það áðan, hann Halldór. Það ekki bara nóg að heyra orðið. Það að sé hluta af manni, að maður sé, að það byrja ávöxt. Og nákvæmlega að það sé maturinn okkar andlega fæða. Þannig að mér langar til þess að biðja Guð að hafa áhrif á hjarta okkar. Þannig að við snertumst og þetta hafi þau áhrif að það byrja ávöxt í lífum okkar. Að við sjáum breytingu. Drottinn, við bara komum fram fyrir þig. Ég lyfti upp þínu heilaga nafni og ég þakka þér fyrir það að þú ert hér í dag. Drottinn, þú ert hér og þú ert tilbúin að finna okkur þar sem að við erum. Á þeim stað sem að við erum, Drottinn, og við erum öll á mismunandi stað. Við erum að glíma við mismunandi hluti. Góliatar í okkar lífi eru ólíkir, Drottinn, en þú ert með okkur í því öllu. Og þú gefur okkur, Drottinn, með en hugrekki til þess að glíma þá glímu sem við þurfum að glíma. Og Drottinn, þú gefur okkur líka náð að vera fljót að fyrirgefa. Vera fljót, Drottinn minna, að gleyma því sem að baki þannig að það halda okkur ekki föstum í einhverjum viðjum. Og við bara þökkum þér fyrir það sem að þú ert að gera hér í dag. Í Jesú heilaga nafni. Amen og amen. Mér langar til þess að tala við ykkur í dag, svolítið í framhald af því sem ég var að tala síðast. Ég talaði hvernig trúin birtist oft sem hugrekki. Og við sjáum í því sambandi alls konar frásagnir í Biblíunni, þar sem að menn höfðu trú, en stundum gerðist eitthvað í trúnni og þau urðu hugrakir. Og ég trúi því að það ótrúlega mikilvægt að vera hugrakkur. Það svo mikilvægt. Og líka það að við höfum sjálfstraust sem ekki sprottið af einhverju óeðlilegu, einhverju hroka eða drambi. Heldur við höfum sjálfstraust frá Guði. Það sem að Guð segir að við erum. Og ég var einmitt að hugsa það. Davíð, þegar hann sigraði einmitt sinn Góliat, hann var ekki með mestu kunnáttuna. Aldeilis ekki. Hann var bara engin hermaður. En það sem hann hafði var traust á Guði. Og það svo mikið atriði, vinir, að þegar við finnum hver við erum í honum og hver hann í okkar hjarta, þá gefur það okkur ákveðna djörfung. Djörfung að stíga til dæmis út úr óeðlilegum kringumstæðum, óheilbrigðum aðstæðum, eða glíma einhverja glímu, ná okkur í sigri sem að Guð hefur sett fyrir framan okkur. Hugrekki, trúin nefnilega, birtist svo oft sem hugrekki. Og á þessum tíma sem við lifum á, þegar svo margt búið að riðlast í þessum heimi, við sjáum bara COVID, hvað einhvern veginn hefur breytt allri heimsmyndinni á bara augabragði. Hvað við fáum mörg tækifæri til þess að endurmeta það sem í lífinu. Og ég veit að börnin sögðu við mig fyrir ekki svo löngu síðan, sögðu við okkur alla, manni minn. Við sögðu bara þetta besti tími lífs okkar. Sem ótrúlega sérstakt, út af hjá mörgum finnst þessi tími ekkert endilega spennandi en það hefur gefið okkur ákveðið tækifæri til þess að ýta á stopp takkan. Það hefur gefið okkur það tækifæri. Og ég held að sé algjörlega nauðsynlegt, vinir, að við ýtum stundum á stopp takkan. Og það sem við þurfum að gera, vinir, það að endurmeta síðan það sem að fer aftur inn í líf okkar. Hvað við leyfum að hafa forgang í okkar lífi, ef ég get orðað það sem svo. Og veitir það, ég trúi því að fólk að upplifa andlega vakningu einmitt í þessu umhverfi. Því allt það sem getur verið hrist, hefur verið hrist. Í svona umhverfi eins og við lifum í, þá kemur svo augljóslega í ljós hvað við eigum og hvað við eigum ekki. Og vinir, sjálfstraust okkar
má ekki vera byggt á hlutum. Það gott að eignast hluti, bara mjög gott. Gaman að eignast nýja bíla og gaman að gera hluti og þið vitið, það margt að gera sem spennandi og gleður mann. En vinir, ef allt það tekið í burtu, hvað stendur eftir? Og mér langar til þess að fara í 2 áhugaverðar samræður sem eiga sér stað í reikningunum, sem að sýna svo glögglega hvar okkar von þarf að vera. Og mér langar til þess að byrja á því að fara í Sálm 27. Og því kannski gerir ykkur ekki alveg grein fyrir því, að margir hverjir sem að hlusta. En sálmarnir og lofgjöralögin sem við syngjum á sangkomum oft sprottið frá Davíð konungi. Sálmarnir, til dæmis í Biblíunni. Og margir halda að lofgjörð sé eitthvað sem við gerum bara hálftíma á sunnudögum og þá erum við ofboðslega mikið í lofgjörð og sem við erum. Ég bara get ekki lifað án lofgjörðina sem á sér stað í þessu húsi, hún alveg einstök. En vitið það sem að gerast hér í rauninni bara það sem á að gerast í líf okkar almennt. Líf okkar á að lofa Guð. Og ég hef oft heyrt, þarf Guð svona mikið á því að halda að vera lofaður? Við þurfum á því að halda. Við þurfum á því að halda, vinir. Og það sem gerist það, hann gefur okkur blessun, hann gefur okkur líf. Og hvað gerum við blessunina sem hann gefur okkur? Við blessum hann tilbaka. Og það myndast þessi hringrás kærleikans. Þess vegna það mikilvægt. Og hann segir við okkur, ef við lofum hann, þá mun hann draga alla menn til sín. Og það nú ekki lítið loforð. En lesum hérna saman í Sálmi 27. En ég treysti því að fá að sjá gæsku drottins í landi lifenda. Já, von á drottin ver öruggur og hugrakkur. Von á drottin. Davíð að yrkja og keimlíkt svolítið sem á sér stað í Filippibréfinu. Og þá það Páll sem að tala til Filippimanna. Og hann skrifar, ég fulltreysti einmitt því, hann sem byrjaði í yður góða verkið, muni fullkomna það, allt í dags Jesú Krist. Finnst ykkur þetta ekki frábært loforð? Hann sem hefur hafið í okkur góða verkið, mun koma þið til leiðar, hann mun fullkomna það, allt í dags Jesú Krist. Ef við leyfum Guði að vera hlut af líf okkar, þá mun hann fullkomna það verk. Hann býr til farveg fyrir andan sinn. Og svo stendur í versi 14, og flest hinna trúuðu hafa öðlast meiri traust á drottni við fjötra mína. Páll nefnilega tala úr fangelsi og fengi meiri djörfung til að tala orð óttalaust. Áhugavert. Það nefnilega til mismunandi tegunda sjálfstrausti. Ég rosalega góð í ákveðnum hlutum sem ég ætla kannski ekki að tíunda hér, en þeir eru fjölmargir. En ég hef ekki sjálfstraust í öllum afkjöfum lífs míns, langt í frá. Mér finnst til dæmis erfitt að standa fyrir frá fólk og tala. Kemur ykkur kannski svolítið óvart. En sjálfstraust bara svo mismunandi. Alli til dæmis hefur rosalega mikið sjálfstraust maðurinn minn í öllu sem að tengist tækni. Hann rosalega klár í tækni og ég svo ánægð með alla, hann gerir alla tæknina hérna og sér svolítið hlutina og ég lofa stundum upp í erminu alla. Og þegar ég veit að við erum saman í þessu, við erum teymi. Ég lofa upp í erminu alla og því hann með sjálfstraust á sviðum sem ég hef bara 0 sjálfstraust. Ég get alltaf kveikt á sjónvarpinu heimi hjá mér. Það svo marga fjárstýringar. En þetta einmitt málið, vinir. Við erum öll svo ólík, við höfum ólíka styrkleika og við höfum líka ólíka veikleika. Þess vegna svo mikilvægt að við uppörfum hvort annað, að við styðjum hvort annað. Og ég get ekki einhvern veginn ímynda mér hvernig það hefði orðið, hefði allir verið alveg eins og ég. Satt. Annað okkar væri komið og hann í gröf. En svona í alveg talað. Og ég held að við vilji hafa þetta svona einmitt til þess að nýta ólíka styrkleika. Við erum svo misjöfn og við eigum að vera misjöfn.
sem betur fer. En þarna í þessum versum að þá svolítið látið liggja því að söfnuðurinn sé svolítið að rífa sig upp í sjálfstrausti sem gefur í rauninni það til kynna að sjálfstrausti hafi verið lítið fyrir þann tíma. Eitthvað hefur gerst. Og þegar við skoðum söguna að þá var reynda margt sem gerðist. Páll var náttúrulega í fangilsi. Það var náttúrulega leiðtoginn vera. Það er náttúrulega pínu bömmer, leiðtoginn í fangilsi. Og ekki bara nóg með það voru svona innbyrðis átök á milli kirknanna. Og Páll, maður sér það svolítið þegar maður lesi þessi vers og þessi bréf, að söfnirnir voru í mismunandi uppáhaldi hjá Páli. Það var alveg þannig. Sumir söfnirnir voru nefnilega bara mjög erfiðir. eins og fólk er mismunandi. En hann var svo stoltur af Filippimönnum. Hann var svo stoltur af því hvernig einingin þeirra, hann talaði sérstaklega um eininguna og það gladdi hann svo. Hann sá djörfungin þeirra var að aukast að meðan hann satt í fangelsi. Og hann var alveg bara, það er bara mjög gott að ég sé í fangelsi út af því ykkur vegnar vel. Spáði risa í trúnni. Hann var ánægður að vera í fangelsi. En það er nú svo fyndið með Pál, ef við skoðum það, hugsaðu ykkur Pál. Þannig er allt búið að hrista í hans lífi. Hann var búinn að fara út allt og boða fagnaðarerindið og ná til fullt af fólki. Svo var hann hnepptur í varðhald. En það tók ekki frá honum gleðina, vinir. Það tók ekki frá honum gleðina, hann var áfram glaður. Af hverju? Og það sjálfstraust hans var ekki það að ferðast. Sjálfstraust hans var ekki heldur það að boða trú fólki, þó að það hafi verið gríðarlega mikilvægt. Hann hélti áfram með öðrum hætti. Og vitið, það hefði Páll ekki verið hnepptur í varðhald, þá væri við ekki eins rík í dag og við erum. Því hann samdi bréfin sín þar. En það sem við lærum af Páli er þetta. Hann hafði fullt af áskorunum. Ég meina, halló. Hann var að skrifa til Koruntumann og hann bara, hvað er að frétta hjá okkur? Meira bullið sem var alltaf að koma upp hjá Koruntumönnum. Og svona eins og gerist í dag. En það sem að Páll einbeiti sér að, vinir, var það sem var að virka. Hann gladdist yfir því sem að Guð var að gera hjá Filippimönnum. Það gladdi hann og það gaf honum orku og trú og það sem hann segir líka er þetta. Trúar sannfæring ykkar þegar þið eruð að koma saman. Þá hefur trú að staðfesta ykkar aukist. Og margir spyrja mig, af hverju skiptir það ykkur máli að koma samkomu? Einmitt út af þessu. Það er nefnilega lífsnauðsynlegt. Það er nefnilega svo skrítið. Við búum nefnilega í efnislegum heimi og við fáum oft svo mikinn kraft og styrk úr hlutum í kringum okkur sem við eigum ekki að fá kraft og styrk frá. Þegar Guð vill að við leitum í uppsprettuna. Og þegar Jesú gefur kærleika sinn á krossinum og hann gefur okkur kærleika sinn, þá er það til þess að við miðlum mildilega til þeirra sem er í kringum okkur. Við eigum að koma saman. Við eigum að uppörfa hvort annað. Það er eitthvað sem gerist þegar við komum saman í einingu eins og við gerum í dag. Þegar við förum öll að horfa á Guð saman. Við setjum vandamálin og það sem við erum að glíma við setjum það til hliðar og við setjum augu okkar á Drottinn. Það er eitthvað sem leysist úr læðingi. Og því miður, það áttar fólk sig oft ekki á því hvað það er gríðarlega mikilvægt. Því að það er annað sem að tekur frá okkur orku. Og þess vegna er mjög mikilvægt, vinir. Eins og það er frábært að gera fallegt heima hjá sér. Gera pall fyrir utan, ég er búin að gera þetta allt saman. Gera húsið mitt fallegt. Þá verður uppspretta mín ekki að koma þaðan. Hún kemur frá Drottni. Jafnvel þótt að allt þetta er þið tekið. Þá á ég líf í Drottni sem að við heldur mér alveg sama hvað, vinir. Og það er sá dýrmætasti fjársjóður sem hugsa getur. Þannig að þegar við erum
að raða inn í líf okkar á ný. Setjum fókus á það sem skiptir máli. Og hann talar að koma saman í einingu. Annað atriði sem tengist þessu og skiptir svo miklu máli. Hverjir eru vinir þínir? Hvað fólkið? Hvaða fólk það sem þú umgengst? Sýndu mér vinir þína og ég skal segja þér hver þú ert. Og vinir, það svo mikilvægt þegar við erum að velja okkur maka, ef að fólk að velja sér maka. Þegar fólk að velja sér vini, að það sé fólk sem að uppurfa viðkomandi. Ekki einhverjum hroka, heldur sem að getur verið til staðar og hjálpa viðkomandi að komast á þann stað sem að Guð hefur kallað viðkomandi til. Og ég get alveg sagt ykkur það. Ég stæði ekki hér í dag ef ekki væri fyrir manninn minn. Hann sé hluti í mér sem ég sé ekki sjálf. Og Guð svo ótrúlega trúfastur að leiða til okkar fólk sem að sér gimsteinana sem hann hefur sett innra með einum og sérhverjum. Og vinir, kirkja Krists á að umveðja, á að hvetja, á að sjá möguleikana innra með öllu fólki og við má lyfta fólki upp og blessa það. Má ég heyra amen? Það það sem við erum kölluð til að gera. Þannig að það sem að Páll að segja tvennt. Hann fókusar á það sem skiptir máli og að virka og að blessa og það uppörvar Pál. Það sem að situr í fangelsi. Hugsið ykkur. Og fangelsin, þetta var ekki Hólmsheiði eins og hann í dag. Fangelsin voru hrikaleg á þessum tíma. Hrikaleg. Og fólk fekk jafnvel ekki að borða og þurfti að gera þarfir sínar bara þarna sem þú varst. En hann lét það ekki trufla sig. Hann sagði, ég uppörvaður og glaður með það sem að Guð að gera hjá okkur. Og mættu við læra af þessu. Ég veit að við sennilega komist aldrei þarna sem að Páll var. En við getum vanið okkur á það, vinir. Að uppörva okkur á því sem skiptir máli. Það sem að Guð að gera á meðal okkar. Það skiptir svo miklu máli. En mér langar til þess að fara í Sálm 27. Það kemur önnur svona svolítið útgáfa af þessu og það náttúrulega Davíð sem yrkja. Og það stendur í Davíð Sálmi 27. Drottin ljós mitt og fulltingi. Hvern ætti ég að óttast? Hann Davíð. Drottin vígi lífs míns. Hvern ætti ég að hræðast? Og ef við förum í vers 13 sem aðeins neðar í sálminum, að þá stendur svo, en ég treysti því að fá að sjá gæsku drottins á lifandi lífi. Já, von á drottin, ver öruggur og hugrakkur. Von á drottin. Og það svolítið athyglisvert þegar við skoðum þetta. Það eins og Davíð sé að undirbúa sig fyrir eitthvað svona bardaga. Og það eins og hann sé að tala inn í sjálfa sig. Og oft það þannig, vinir, eins og að gera svolítið í það sem að gera svolítið í heiminum að það svo margt sem að við höfum sett von okkar á, sjálfstraust okkar á. Fólk búin að missa vinnuna sína í umvörpum. Margir fá svona svolítið sjálfstraust úr því hvað þeir gera. Svo eru aðrir sem að fá opáslegt sjálfstraust úr því hvernig þeir líta út. Og allt þetta bara ágætt. Það fínt að vera ánægður og stoltur af vinnunni sinni og mjög gott að setja sér markmið að passa sig að verða ekki of þungur eða eitthvað slíkt. En vinir, þegar það bregst, hver þá innistæðan til að tækla kringustæður? Ég get alveg sagt ykkur það, ég setti mér einu sinni markmið, ég ætla að vera alltaf 65 kíló, ekki kíló meir en það, en það fokið út í veður og vind. Mitt sjálfstraust getur ekki verið ykkur tala á vigtinni. Mitt sjálfstraust getur ekki verið bankabóki mín. Mitt sjálfstraust getur ekki verið bíllinn sem ég keyra á eða vinnan sem ég vinn. Mitt sjálfstraust þarf að koma frá Guði. Og það sem svo frábært ef við skoðum Davíð, að hann var alltaf að minna sig á Guð. Hann var alltaf að lyfta Guð upp og hann sagði, drottin, þú getur komið til leiðar.
Og það þannig aftur og aftur í frásögn Biblíunnar að Davíð í rauninni að hressa sig upp í Guði. Og þvílík viska sem það Út af það brunnur sem mun aldrei tæmast. Það brunnur sem það verður alltaf hægt að sækja sjálfstraust í, hugrekki í. Þannig að ég mjög á móti lánum, hvers konar lánum. En vinir, að fá lánað sjálfstraust frá Guði stórfenglegt. Því hann búinn að greiða gjaldið og hann mun aldrei rukka okkur vexti. Og þegar við náum í sjálfstraust frá Guði og við fáum lánað, þá það oft einkennilegt. Þegar við segjum við sjálf okkur, allt megna ég fyrir hjálpan sem styrkan gjörir. Ég í rauninni trúi því ekki, en ég held enga síður áfram að segja það. Allt megna ég fyrir hjálpan sem styrkan gjörir. Meir sá sem í mér heldur en sá sem í heiminum. Sá sem hefur hafið í mér góða verkið mun og fullkomna það, allt dags Jesú Krist. Það sem að ég geri að ég tek það að láni sjálfstraust frá Guði og ég fer að halda því fram í mínar kringumstæður því að orð Guðs beittara hverju tvíeggjuðu sverði. Það nefnilega kemur með hluti og það kemur með nýjan raunveruleika sem ég hafði ekki einu sinni tekið eftir. En mér langar til þess að fara í eina frásögn einmitt af Davíð. Út af því hann var svo óbúslega góður í þessu. Og þetta frásögnin af Davíð áður en hann barðist við Góliat. Og mér langar til þess að fara í 1. Samúelsbók í 27. kafla í vers 8. Og það stendur svo Elíab, elsti bróði Davíðs, heyrði hvað hann sagði við mennina. Þá reiddist hann Davíð og sagði, hvers vegna varst að koma hingað? Hjá hverjum skilur þessa fáu sauði eftir í eyðimörkinni? Hann bara brjálaður út í hann og niðurlega hann. Hann gerði lítið úr Davíð. Og Davíð var náttúrulega bara ekki alveg sátt, en hann sagði, má ég ekki spyrja? Hvað? Af hverju má ég ekki spyrja? Hann mátti alveg spyrja. Davíð var nefnilega að koma af bardónum og hann ætlaði ekki að berjast við Góliat. En hann hafði það mikið traust á Guði að hann sagði, herði, ég ætla nú ekki að sitja undir þessum, þessum hrókagikkarna niðri. Guð meir en hann. Og það svo merkilegt með Davíð að hann einhvern veginn ofhugsaði ekki hlutina, heldur bara treysti Guði. En Davíð lét ekki úrtöluraddir bræðra sinna draga úr getunni til að stíga fram og sýna hugrekki. Og vitið það, mér finnst Davíð besta dæmi þetta. Þegar allt farið, þegar makinn farinn, þegar vinurinn farinn, þegar vinnan farin, eða allt hefur einhvern veginn farið öðruvísi en við ætlum. Hvað gerum við þá, vinir? Og það svo mikið atriði á þessum tíma sem við lifum á, að vera andleg. Að ná að hressa sig upp, ekki hlutum sem eru veraldlegir eða efnislegir, heldur af hlutum sem að Guð hefur gefið okkur. Eitthvað sem ótæmandi uppspretta, vinir. Og það það sem að Davíð gerði. Hann lét ekki bræður sína sem að hann var að gefa mér þess að borða sem tákgrænt. Og vitið það, fólki sem getur sært okkur mest fólki sem stendur næst okkur, ekki satt. Það erfiðasti sársauki, það að upplifa svik þeirra sem að standa næst manni. En jafnvel, vinir, í þannig kringumstæðum, þá Guð nærri. Jafnvel í þannig kringumstæðum, þá sér Guð möguleika í þínu lífi til þess að tækla Góliat. Og vinir, við megum ekki leyfa kringumstæðum, hvort sem að það að við erum búin að missa allt eða þá að hlutirnir hafi ekki gengið upp. Við megum ekki láta slökkva á þessari lofgjör í hjarta okkar. Þegar við lofum Guð í erfiðum kringumstæðum, ég skal lofa þér því, hann mun mæta á svæðið. Hann mun sigra Góliat með þér.
Hann mun aldrei skilja þig eftir einan. Hann hefur gefið þér allt sem þarf til þess að tækla þær kringustæðir sem að þér hefur verið treyst fyrir. Og vinir, í dag, þegar við erum að fara aftur inn í óbreytt ástand eins og það var fyrir COVID, mættum við fá náð að setja traust okkar ekki á efnislega hluti, ekki á hluti sem að geta klikkað, eða vona okkur á fólk að það gefa okkur einhvers konar hamingju. Það hefur alltaf truflað með allir þessi ástarsöngvað, þú fullkomnar mig, eða þú gerir mig hamingju saman. Það á enginn að gera okkur hamingjusöm. Guð gerir það. Það er samfélag við Guð sem gerir það. Og þegar við erum hamingjusöm sjálf, þá drögum við að okkur hamingju. Það er það sem gerist. Og við erum ekki að setja neitt í það hlutverk. Að geta með einhverjum hætti fullkomnað okkur. Meira þess að fólk eins og Alli. Ég meina, Alli er frábær. En mín uppspretta þarf að vera Guð. Það er eins frábær og Alli er, og ég mæli með að fólk eigni sér öll einn Alla. Í umhverju sitt. Svona típu sem er alltaf til staðar, alltaf frábær. Geðgóður. Hvað það er mikilvægt í maka. Geðprýði. Það er bara rosalega mikilvægt. Það er allir að fá sér einn Alla. Það er bara þannig. En ef Alli er ekki að finna í þínu lífi, leitaði í uppsprettuna. Leitaði í það sem að Guð hefur sagt við þig. Leitaði í það sem að Guð hefur gefið þér. Leitaði í það sem að Guð hefur sagt við þig. Og veitu hvað ég gerir stundum? Það eru einhverjir textar, jafnvel úr biblíunni, en það eru líka textar og lögum sem hafa hjálpað mér í ákveðnum tímabilum. Lög sem að bara hreinlega tala til mín, sem hafa komið mér í gegnum verstu hjallana í mínu lífi. Og ég trúi því að Guð vilji gefa okkur slíka tónlist, eitthvað sem að tala til okkar og getur talað inn í kringumstæður. Leifum andlegu lífi að vera ríkjandi vinir. Það er það sem ég bið, og ég bið ykkur að rísa á fætur. Halleluja. Mér langar til að lesa í Harmljónum 3:21. Þetta vil ég hugfesta og þess vegna vona ég. Náð Drottins er ekki þrotin, miskunn hans er ekki á enda. Hún er ný á hverjum morgni. Mikil er trúfesti þín. Drottin er hlutild mín, segir sál mín. Þess vegna vona ég á hann. Góður er Drottin. Drottin, við bara komum fram fyrir þig í dag. Ég þakka þér fyrir náð þína miskunn og trúfesti. Þakka þér fyrir það, Drottin minn, að þú ert hér. Og það er alveg sama hvað við getum, hvað við gerum. Það getur ekkert gert oss viðskila við kærleika þinn. Og ég bið, Drottin minn, að við leifum þér að taka pláss. Og hlutir sem eiga ekki að vera, Drottin, að við setjum því í forgang. Drottin, ég bið að gefa okkur náð til þess að endurmeta það sem við höfum í líf okkar. Viltu gefa okkur náð til þess að sjá hluti með andlegum augum, uppörvast í hlutum sem að raunverulega veita uppörvun. Viltu gefa okkur hugrekki? Viltu gefa okkur sjálfstraust, ekki hroka, heldur sjálfstraust frá þér. Hjálpa okkur til þess að vita það, að meiri sá sem í okkur er, heldur en alla þær kringustæðir sem að mæta okkur. Hjálpa okkur til þess að muna það að upprisu þinn býr innra með okkur. Það þýðir allar kringustæðir sem að mæta okkur, við getum risið upp. Hjálpa okkur til þess að muna, Drottinn minn, þú ert meir en allt. Kærleikur þinn er stærri en allt. Hann er allstaðar. Og ég bið að gefa fólki von, skilning, samkennd, kærleika, trúfesti, þolgæði. Drottinn, þolgæði. Það er alveg sama hvað mætir okkur, þolgæði.
Gefðu okkur auðmjúkt hjarta. Halleluja. Því að auðmjúkum veitir hann náð. Drottinn, viltu gefa okkur það sem að þú vilt gefa okkur í dag. Að við mættum fara inn í vikuna, Drottinn, með fullvissu og von í hjarta að þú ert með. Ég bið fyrir einum og sérkunum sem að gangi í gegnum erfiðleika. Gefðu viðkomandi kraft og skilning. Gefðu meira af þér, Jesús. Drottinn, við biðjum fyrir því sem að gerast í hennu ytra, Drottinn. Ég biði fyrir landin okkar. Ég biði fyrir næstu vikum og að þetta mætti klárast, þetta COVID. Að við mættum, Drottinn, vera upplit stjörf og taka fagnandi á móti sumrunu. Við biðjum í Jesú nafni. Mér langar til þess að biðja til þeirra sem ekki hafa tekið á móti Jesú sem sínu persónulega frelsara. Biblían talar að eina sem við þurfum að gera að trúa og játa. Trúa í hjartanu, játa með vörunum. Og ég byggi bæn þessa sem ég að fara með, við köllum hana svo kallega frelsisbæn. Eina sem þú þarft að gera bara að taka þátt. Og ég bið ykkur að endurtaka bænin eftir mér. Kæri Jesús. Ég bið að þú komir inn í hjarta mitt í dag. Ég bið að þú fyrirgefir mér sérhverja synd. Viltu fylla mig af anda þínu? Viltu ganga með mér hvern einasta dag? Drottinn Jesús, ég þakka þér að ég þitt barn. Í Jesú heila nafni. Amen og amen. Drottinn bless ykkur og varveit ykkur. Og láti sína ásjónu lýsa yfir ykkur og gefa ykkur frið. Í Jesú nafni. Amen. Nú samkoman á enda. Við þökkum þér fyrir að hafa verið hér, en við værum alveg til í að sjá þig hér í kirkjunni okkar. Við erum kirkja fyrir þig. Láttu sjá þig og leyfðu okkur að gefa þér þann kærleik. Takk fyrir að vera með okkur í dag og Guð blessi þig út vikuna. Sjáumst eftir eina viku.